Eru við ekki bara að byrja þér? Þú segir til, ég er klár. Já, ekki. Gott kaffi hérna, maður. Já, ekki, fyrstu kaffi. Besta kaffi sem ég smakað. Eða svona með það. Já, okay. Þú veist, þetta er alveg solid gott kaffi. Solid sko. gott kaffi. Ég er mikill kaffikall, sko. Það verður að vera, ég fæ mér alltaf svart, enga mjólk, engan sykur, ekkert, bara kaffi, þú veist, og það getur verið rosa mismunandi. Ertu að fíla uppáhaldingin amerikano eða hvað er svona? Já, uppáhaldingunum getur verið góður, svo þú veist, ef maður kemur inn í banka eitthvað, þetta er svona í pumpukönnu. Já. Það er svona gott moment, en svona sérstaklega þegar það er búið. Nei, þú veist, það er gaman, þú veist, að horfa yfir bankan og daginn, eitthvað svona, þú veist, en svo svo er þetta mismunandi hvernig, en uppáhaldingurinn er bestur þegar hann er svona nýlegur. Já. En ef hann er búinn að standa allan daginn, þú veist, ég þvæli því alveg í mig og ég er ekki típan sem er að kvarta yfir þetta er nú ekki gott kaffi hérna og eitthvað, þú veist, ég bara sulla þessu bara í mig og drekki þetta og held áfram með daginn. En hann er nokkuð góður svona þegar hann er nýkominn á. Þetta er svona fermingakaffi, þú veist, svona eins og er fermingaveislu. Það er þreytt að fá þegar kemur frussið? Já, það er líka heyrist út allt, það líkt allir við kaffið er búið. Hendur bollan að fara nýjan að tekur á þig? Nei, ég kláraði maður, ég klára frussið. Alveg kaffi, vinnandi maður. Já, þetta er bara, eins og ég segi, þú veist, ég er náttúrulega þessi típa sem að svona, ég byrja yfirleitt á því að fá mig kaffi, sama hvar ég kem, sko. Það er eiginlega bara, þess vegna er þetta glatað, það er náttúrulega búið að draga allverulega úr því að vera með kaffi á eða svona þessum kemur núna út af þessum vírus og það er aðeins að pikkast upp núna sko. Þú veist, þeir eru náttúrulega verið að draga úr snerti flötum og eðlilegt, ég skil það en þetta skemmir svolítið fyrir mér sko. Þú veist, og ég stundum fyrir ég og fæ með kaffi ekkit, og er ekkit endilega að drekka það, þetta er bara partur af rútínu. Þú veist, ég byrja á því að labba inn í aðstæðurnar og fara á eitthvað, hvernig sem þetta er og svo held ég á einhverju og þá get ég sagt góðan daginn, hvað segir þið? Já, bara fína, ekki er ekkert að gera? Jú, það er búið að vera mikið að gera það er ekki kjafturinn inni og eitthvað svona þú veist, þetta er bara, ég verð að hafa eitthvað þetta er bara partur af lúkinu kannski eða eitthvað. Já, hann að gera svona klárandur ástæðan bara að græða kaffið og er þá ekki svolítið, að þú segir þetta ekki og drekkir alltaf kaffi, er þá ekki nokkrum bollum á daga? Jú, ég drekk alveg rosa mikið kaffi, þannig, þú veist, og ég er ekki beint að telja það, ég veit í rauninni ekki, þú veist, ég veit reynda núna, við erum snemma þannig, klukkan er hvað, 9-ish, ganga 10, já, og ég byrjaði að fara með bíl í dekk og smör í morgun, þar fekk ég með kaffi, þannig að þetta er bolli nummer 2. Og þú fekkst þið tvöfaldur núna? Já, en ég hitti oft fólk, nei, ég er alveg búin með 4 í morgun eða eitthvað og ég sjálfur veit ekki hvað ég er búin með margar. Ert þú að telja þetta, segir ég, þú veist, ég er bara eitthvað. En svo sef ég alltaf eins og engill, sko. Þú veist, ég get fengið með kaffi bara, þú veist, það getur verið allur gangur á því, sko, alveg 5, 6, jafnvel eftir 8 eða Það er eitthvað við hann svo talaður sko, að vera bara með bollan í hendinu svona, já, stundum er það þannig sko. Já, ég svona tengi við lag með Prins Bólo sem er sko, er of seint að fá sig kaffi núna, það er aldrei of seint sko. Þannig, ég allavega sem betur fyrir lendi ekki í því að vera andvaka því að ég er búin að drekka mikið kaffi sko. Já. Ég bara, og þar leiðandi svona, ég fæ mig bara kaffi, mér langar í kaffi. Já. En þurfum við eitthvað að kynna þig að? Kynna mig? Já. Núna? Já. Nei, já, komið sæl. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon. Hér á FM. Nei, við erum ekki á FM. Á FM. Mér finnst þetta svo geggjurödd. FM. Hún er alveg pizzu eða þú. FM 957.
FM 9, nei það er sko FM 9 nei, ég er ekki að segja þetta. Nei, þetta er einhver tækni. Ég held að þetta sé Ásgeir Kolbeins. Já. Það var eitthvað sem sagði hann talar ekki svona. Það vitum við alveg sko. Sæl ástu minn, ég er komin heim. Hæ. Getur ekki verið. Nei, velkomin í 24/7 Pétur. Já, takk fyrir það. Gaman að fá þig. Takk fyrir. Var að segja hann. Gaman að koma. Já, ekki. Jú. Ég var að googla þig eitthvað. Fór hann að Wikipedia síðuna og stóð bara Pétur Jóhann, grínisti skemmtikraftur, útvarpsmaður. Já. Síðan kom, hann er einnig þekktur sem PJ Sigfusion. Já, einmitt. Þetta er komið þangað. Já, PJ Sigfusion, er það svona... Kemur þetta inn á Wikipedia. Já. Ok, það er, já, ég hef alltaf verið að fíblast með þetta. Já. PJ. Já, Sigfusion og mér fannst á tímabili fyndið að því að það var verið að tala um Fusion eldhús. Fusion hitt og Fusion þetta Fusion já, þetta er svona í Fusion stíl og funkis. Hvað er Fusion? Ég veit það ekki alveg. Það er eitthvað Fusion það er eitthvað, ég veit það ekki, það er eitthvað svona tilraunakent kannski þetta er rosalega Fusion í þessu. Þetta er nefnilega já, mér varst ekki að fyndið að taka upp, þetta er bara, ég er búin náttúrulega, það er þú veist nú tekið höfuð mér sko. Nei, ég meina allstaðar sem að ég kem er ég bara að þrugla og bulla sko, í rauninni. Þannig að 1 mánuðin eða eitthvað tímabil í mínu lífi þar sem að ég hef bara verið Fusion sko, svo er ég alveg bara búin að gleyma því og hættur því og spá ekkert í því sko, en það er gaman að ef þetta er komið inn í Wikipedia. Já, það er geggjað sko. Já. Einhvern tíma datt mér í huga sko að vera þegar þú segir Peter Johan og vera jóðhundurinn eða P-jóðhundurinn þú veist, ef ég væri í Bandaríkjunum þá myndir örugglega að segja hey, Peter Johan Johan og þá getur þú farið að breyta yfir í Hound, eins og Greyhound það er fyrirtæki í Bandaríkjunum rútufyrirtæki, kannstu við það? J-Hound? Nei, Greyhound já. Ég gæti verið J-Hound. J-Hound, já, einmitt. Eða PJ-Hound. P-J-hundurinn. Sjáum hvort að Wikipedia tæki það upp. PJ-hundurinn maður. Já, ég vund okkur í það. Já. Það ekki? Erum við ekki byrjaðir? Jú, erum við byrjaðir. Já. Jú, við erum byrjaðir. En fyrsta spurningin er alltaf svona aðeins öðru sig byggt á þeim sem eru að koma. Ok. Síðan er alltaf eiginlega sömu spurningar. Ég breyti stundum. Stressast allur upp. Það ekki. Ég held, þú þarf því að vera stressaður. Nei. Nei, þú mátt vera stressaður. Jú, það er ekki bara fín. Ég er alveg slagur, ég er búin að tæma. Er þetta svoleiðis? Nei, þetta er rauninni svona kannski heimspekilega hraðspurningar, má segja það. Okay. Ekki hraðspurningar samt. Já. Þá ætla ég að halla mér aftur og slaka þess á. Jú. Botnaðu þetta. Já. Móralskur leiðtogi er. Móralskur leiðbeinandi. Leiðbeinandi? Já, leiðtogi er. Við getum breytt þessu í leiðbeinandi. Já, ég er svona leiðbeina, ég lít frekar á það sem leiðsögn. Móralskur leiðbeinandi er Pétur Jóhann Sigfússon og hann kemur inn í þitt líf og vonandi skilur þið eftir í betri móral heldur en þú varst í áður en að kom. Held ég. Þannig að þú mætir inn bara á annarkort bara inn á podcastu mig eða í bara vinnustæði eða hvað sem það er og þú skilur fólkið eftir í betra ásíkomulagi heldur en það var í ánum komst. Rétt. Ok. Hanabú. Nei, þetta er kannski bara ekkit flóknara en það. Þetta var eins, ég var að reyna að svara þessu eins hratt og spurningin var í rauninni en þetta er náttúrulega bara þetta er móralskur leiðbeinandi er bara hugarheimur sem að ég bjó eiginlega til bara í mínum eigin haus sko. Þetta er svona en samt í stuttum máli þetta er hugsunin ég meina, ég sagði það á hann þegar ég er út í samfélaginu þá er ég alltaf byrjaði að fá mig kaffi og
þú veist, bara eins og við erum öll út í samfélaginu, við erum að fara með bíl í dekk og smur, eða þú ert að koma við banka, eða þú ert að koma við og skoða bílstól í bíliðin eða hvað það er, þú veist, það er allir að hitt og þetta vesnast og ég er bara þar, ég er að gera það þar sem móralski er í rauninni að gera það sem ég er búin að vera að gera, þú veist, ég er í rauninni að taka það sem að þú ert að gera í samfélaginu og ég er búin að búa til vöru úr því en kannski munun á mér og ég veit ekki þú veist ég veit ekki hvort það er kannski ég held að séu allir eins með þetta þú veist það eru rosa margir sem byrja á því að koma og fá sér kaffi og eru svona spjallarar og þú veist ég er spjallari ég er algjör spjallari sko nei ég meina bara þegar ég kom inn á þann þú veist ég er alltaf gasprandi og spjallandi og hérna þvaðrandi í fólki það er engin friður fyrir mér í rauninni og ég eftir því sem að svona árin líða þú veist, ég er ekki fæddur í gær beint, þú veist, ég er alveg og líka, þú veist, vírusinn og alls konar þættir, alls konar hlutir sem gera það verkum að þú hérna, og það góða við vírusinn bara, þennan blessaða vírus sem er búin að hanga yfir okkur í rúmt ár núna, þú veist að ég er náttúrulega búin að hafa starf mitt hefur verið bara skemmtikraftur í gegnum tíðina og hérna sem felur það í sér að ég er að koma einhvers staðar í fyrirfram uppsettar aðstæður þar sem að þú kaupir mig til að koma og vera með mikrofón og standa upp á sviði og láta, eða reyna að láta fólk hlæja í 20 mínútur eða 30 mínútur eða svo getur fengið mig til þess að koma og vera veislustjóri og það þarf ég að vera þar í frá 8 til 11, hálf 12 stjórna happdrætti eða bingói eða veislustjórn er þannig skilur koma fyrirtæki í gegnum heila veislu ekkert slíkt er í gangi núna í þessum vírus og ekkert mjög lítið búið að vera að því kannski í gegnum tölvur eitthvað smá einhver svona internet gig í mínu tilfelli ekkert búið að vera neitt mikið af því bara eitthvað svona við og við þannig að þá fer maður að hugsa skilur og ég allavega er þannig ég er alltaf að hugsa eitthvað þú veist og ég hugsa rosa mikið ég er alltaf eitthvað að pæla eitthvað að kjaftaði í flestum tilfellum er þetta kjaftaði en þessi hugmynd kviknaði einhver staðar að það væri örugglega hægt að búa til vöru sem að er bara þessi kall Pétur Jóhann Sigfússon þú ræður hann bara í mánuð eða 2 mánuði eða 3 mánuði eða þú átt fyrirtæki getur verið bara lítið 30 manns eða 60 manns eða bara 600 manns, það breytir ekki máli og í nánast öllum tilfellum, það er sama hvar þú kemur það er ekkit endilega slæmur mórall þú veist, í almennt er ekkit slæmur mórall ég hugsa þetta meira sem svona sem bara svona hvað maður að segja að íta undir kannski, þú veist, eða búa til góðan móral í, þú veist, í samtali í bara ekki fyrirfram uppsettum aðstæðum þar sem ég er með mæk heldur bara ég kem inn bara með kaffi, ég er búin að fá vírusinn þannig að þú veist, ég get verið með grímu eða vilt, það er ekkert mál eða þú veist, burt sér frá grímu eða vírus eða ekki ég kem inn í fyrirtækið og bara spjalla við fólkið, maður og mann eða ég við 3 eða 5 einstaklinga eða 10 einstaklinga eina deild eða þú veist, ég bara kem og fer og svona mingla mig inn í það sem, og þetta er í rauninni það sem ég er búin að vera að gera, þetta er svo lítið mál fyrir mig og ég er búin að vera að gera þetta núna og þú veist, þessi hugmynd kviknaði út frá náttúrulega vírusnum og líka út frá því að ég er góður í þessu og einhvers staðar hefur því hefur verið fleikt fram að maður á að gera það sem maður er góður í þannig að út frá því, þetta er bara hausinn á mér kaffivélinn, þetta er alltaf bara þetta er endalaus vinnsla í gangi og sem fór út í það að ég var að segja, ég hef sagt frá þessu hér og þar Ég maður þú sagði þetta við mig fyrir svona árið síðan Já, sagði Jóa frá þessu hérna Jói Áspjörs er á og rekur á samt fleirum gleðipinna og það fyrirtæki á og rekur fullt af veitingastöðum taktu og hérna Amerikastyle og Blackbox og Shake and Pizza og hitt og þetta fullt af veitingastöðum, 16 eða 18 veitingastæðir held ég sagði við hann, vantar ykkur ekki eitthvað svona kall sem móralsku leiðbeinandi
hvað það, sagði hann, ég var með hann í símanum sko, hann var að hringja mig út einhverju allt öðru. Það bara að þú ræðir mig í vinnu og ég kem og ég keyri á milli veitingastað og tek púlsinn á liðinu og spjalla og fæ mig kaffi og já, þetta bara rugl nei, þetta ekki rugl, þetta best að segja heyrt. Já, þetta bara með því betra að segja heyrt. Þú, og hittust, tölum saman og gerum það. Hittust nokkru sinnum, tölvupóstar. Hann bað mig að útlista fyrir sér í tölvupósti hvernig ég sagði þetta fyrir mér, sem ég gerði. Sem endaði svo með því að hann bara réði mig í 3 mánuði og svo bara hleður þetta utan á sig. Nú eru fleiri aðilar að tekka á þessu og ég ítreka það, þú veist, ég búin að keyra á milli allra veitingastaðana hjá Gleðipinnum, mörgu sinnum og það engin af þessu veitingastöðum með eitthvað slæman móral. Það verður á móti. Nei. Þau eru bara, það allir glaðir að sjá mig, skilur og það var þannig frá fyrstu mínútu. Þannig að, þú veist, ég fer strax að hugsa, býtu af hverju ég hérna, en eftir því sem þú veist, ég byrjaði náttúrulega á því að við bara byggum til Excel-skjal, eða Drive-skjal, bara ég og Jói og mannustjórinn þeirra og við bara, þetta allt og langt svar við spurningunni en þannig var þetta og þannig þetta, síðan bara keyri á milli staða bara, ég exa bara í Drive-skjalið á hvaða staði ég búin að fara og hvaða staði ég á eftir að fara á. Svo reyndar punkta ég niður líka, þú veist, ef það eitthvað, þau eru alveg með skilaboð. Já. Fólki á stöðunum til eigendana sem ég kem til þeirra ef þau vilja, þú veist. En svo getur þetta verið, þú veist, ég kem bara á öllum stöðum bara fer í kaffivélina og svo bara fer ég bara, þú veist, það Tesla hérna fyrir utan, hvað einhver á Tesla hérna? Nei, þá koma Tesla, ég hef ekki Tesla. Það er eitthvað skrítið. Tesla, hvað kunni? Það engin, skilur, ég kem náttúrulega yfirleitt á tímum það sem ekki mikið að gera. Þú veist, ég fer af stað svona 2 kannski. Besti tíminn til að fara á alla þessa veitingstaði svona milli 2 og þú veist, eftir 5 þetta orðið, þú veist, 5, hálf 6 farið að vera svolítið mikið að gera og ég vil ekki vera að trufla fólk sko. En þú veist, til að gera langur svo stutt er þetta bara fáránlega skemmtilegt sko. Já. Og í rauninni fáránlega og það ánægja ég náttúrulega í reglulegu sambandi við eigendurna og það bara gríðaleg gleði og ánægja með þetta. Þannig bæði gleði og ánægja með þetta og þú fara ánægja og gleði úr þessu. Já, heldur betur. Þetta náttúrulega líka gaman að vera að þróa, þú veist, því ég að þróa þetta. Þetta ákveðin nýsköpum bara í rauninni. Í rauninni, þetta náttúrulega bara, mér skapinast að segja að þetta bara kjaftaði sem varð til í hausnum á mér. En ég held samt að þetta sé ekkert svo mikið kjaftaði vegna þess að fyrsta kveikjan af þessu yfirmaður minn sem sagði við mig ég væri fyrir löngu búin að reka þig og það einhver logi með það ég væri löngu búin að reka þig Pétur og væri ekki svona góður fyrir móralin og þessi setning hún var sögð við mig og hún fer ekkert í harðadiskinn og alltaf, ég man hann alltaf að því að mér fannst þetta góð lína í rauninni líka hann alltaf geggjaði töffari sem að sagði þetta ég vill ekki nefna hann en hann veit alveg að þessu þú veist að hann var verslunstjóri í Bíkó ég hafði verið 208 á hæði þessi gæði skilur og bara tröllvaksin maður í vexti þú veist ég horfði upp á hann bara svona eins og lítill hvolpur ég var löngu búin að reka ég var ekki svona góður fyrir móralinn og þetta satt alveg í mér og þetta svona, þú veist, í rauninni rauði þráðurinn í þessu út af því að fyrirtæki eru að breytast svo mikið þú veist, þetta allt orðið opin skrifstofur í mig, það komið svona think tank út allt, pílukastsherbergi borðtennisborð, þú veist, þetta var ekki til á þeim tíma sem að ég var að þú veist, í gamla daga eða svona, þú veist, það var þetta bara mæting klukkan 8, vinna helst ekkert sósíalist, þú átti ekkert að vera hanga hérna og vera að fá þig kaffi, þú veist, Pétur, þú ert að vera að vinna, skilur. Ég var alltaf þessi í vinnunni, lappandi á milli, þú veist, ég átti að vera í timburdeildinni, en ég var rosa mikið í málningadeildinni og festingadeildinni og búsáhaldadeildinni og spjallavísku ísutnar á kassanum ég var alltaf, þú átti ekki að vera, Pétur, ég má að leita þér út allt, já, að koma,
það vantar afgreiðslu slagja á maður, ég alveg ég var alltaf, og alltaf þessi þannig að okkur ekki bara búa til starf utanum þennan gaur skilur, sem bara spjallari, þannig að þú veist, ef þú ert með vinnustað þú veist, þá getur, ef þú ert búinn að ráða mann í vinnu við að spjalla, þá getur þú fyrir að segja, þú átt ekki að vera að spjalla, ég með mann í vinnu við það, hann það frammi, þú átt að vera að vinna. Ég held að sé já. Þú veist. Ég held að sé margir áningar sem getur komið frá þessu, því að sko, ég held að sé holdt fyrir fólk að tala bara á persónulega nótum lífið eða bara eitthvað, Tesluna eða bara eitthvað annað vinnuna eða eitthvað vinnunni, sko. Bara fá rými til að gera það, sko. Já, ég meina, ég var bara á Amerikan Style í Hafnarfirði í 40 mínútur að horfa á YouTube myndbönd bara með 2 starfsmönnu þar. Þú veist, hvernig það þróaðist út í það, ég manna ekki eins og við erum bara þetta bara svona eitthvað. Ertu búin að út í því að tala um kannski svona ástandi sem við erum búin að vera í, það er svona gafst tíma til að hugsa að gera eitthvað, framkvæma hugmynd sem við vorum með í haustum í mörg ár og síðan ertu byrjar að gera þessa hugmynd og ertu líka að þróa hana einhverju leiti, ertu bara nákvæmlega eins og þú varst, ertu líka byrjar að hugsa hvernig geti gert þetta ennþá betur, skilur mig Já, líka, já. Þú veist að því ég bara síðast í morgun var ég að hugsa þessi aðferð geti hentað fínt þarna en hjá gleðipinnum en svo getur vel verið að ég þurfi að nálgast svona svipa verkefni allt öðruvísi annar staðar, þú veist, hjá Íslandsbanka eða þú veist, ég veit ekki ég veit, þú veist, að því þarna bara fullt af veitingastöðum, þeir eru dreifðir út allt höfuðborgarsvæðið og já, þú veist, en ég veit samt ekki hvernig hvort ég þurfi að þróa þetta öðru síðan, en ég held að það bara komi í ljós en ég held að sko, ef ég fer að of mikið að setja mig í einhverja stellingar eða þróa, eða svona fastmóta þetta of mikið, þú veist þá get ég kannski þú veist, að því einfeldnin í þessu er kannski best þú veist, og ég held að sé rosa mikið atriði líka bara að stilli sig ekki of mikið upp þú veist, og sé í góðu hvað maður segja, samtali við þann sem að kaupir þjónustuna að vera ekki of mikið, heyrðu, jæja hér við höfum ráðið inn múralskan leiðbeinanda hér og hann byrjar að, og þú veist, það þarf í raunin ekki, sko. Þú veist, ef þú ert eigandi íslenskrar erfðagreiningar, nei, þú veist, ef að þú bara, skilur, við myndum bara tala saman og svo bara byrja ég á mánudaginn að síðan bara restin í mínum höndum, sko. Skilur, það var engin sérstök tilkynning hjá gleðipinum. Nei. Ég kom bara inn á fyrsta veitingastað og ég þurfti bara að ég bara basically bara maður og mann samtal við bara alla starfsmenn, þú veist, það gat tekið 8 mínútur eða 2 mínútur, það fór mislangur tími að útskýra og stundum náði ég kannski bara öllum 3 starfsmennum og já, ég er bara í vinnu hérna með og eitthvað. Sumir eru bara ekki tala ekki íslensku, skilur og það bara ensku I'm a moral supporter of the company really? That's great eða sumir sem bara, ok löpuðu bara áfram og náðu bara í eitthvað kálhaus og heldur bara áfram með daginn, skilur þetta er alveg, þú veist, þetta var ég byrjaði að fara einu sinni byrja bara á því að fara á alla staðina þetta var alveg challenge, skilur svo er það miklu auðveldara núna af því nú er bara þetta fyrsti mánuðurinn var mars og svo er bara komin apríl núna og svo verður þetta bara auðveldara Já, ég held líka fólk fíli bara tala, sko spjalla, við erum bara já, og líka held ég að þú veist, við þekkjum ég allavega þekki, þú veist, þessa fyrirlestra sem eru, þú veist, vertu besta útgáfuna sjálfum þér ekki, ég ætla að segja bullshit en þú veist, það er orðið rosa mikið af því allir í þeirri svona
hugmyndafræði og við getum alveg sagt að móralski sé einhvers konar hugmyndafræði líka en grunnhugmyndina henni er bara spjall þú veist, ég er ekki að biðja neitt frá þér og þú ert ekkert endilega að biðja neitt frá mér heldur er þetta bara hvað er þetta að gera? Hvað er mikið að tatum eða eitthvað, þú veist og þannig myndast bara einhver umræður já, þú veist, ég bara ákveða ekki einu sinni bara þegar ég legg bílnum og drepa á bílnum og ég labba bara út úr honum og ég er ekki sitja ekki út í bíl, byrju, já, ég ætla að vera með hérna hvað ég að tala, eða þú veist, ég bara æði inn þetta er bara þú já. Bara eins og sért að fara í bara að skilur eitthvað, að spá í dekk eða fara með bílinn í spurning þú veist, þú hugsar yfirleitt ekkert við erum almennt erum við ekki að hugsa áður en förum inn í svona daglegar aðstæður þannig hugsa ég þetta þú veist að bara labba bara inn, sjá hvað gerist eitthvað, þú veist eins og hérna vákaði mikið þögn hérna hvað, má ekki vera með læti þá vil ég vera með læti ég vil vera með læti, þú veist þegar við vorum á Pop TV skrifstofunni, ég og Sveppi og Ötti á Pop TV skrifstofunni, það voru svo mikið læti það var rosalega það var verið að sprengja blöðrur og kasta einhverju drastli alltaf allan daginn hlegið og öskra hvað er það að gera maður hérna var bara það voru 80 manns hérna frammi og alveg döða það fókus rosalegt ég geti þetta ekki jú þú verður að koma reglulega bara ef við haldið áfram með það ok, var þetta fyrsta spurning? Já, en það var samt, þetta er oft svona aðeins lengra, sko. Okay. En við, sko, þetta á ekkert að vera stutt svör, sko, þannig ég var ánægð með þetta. Hvað misskilur fólk við þig? Hvað fólk til með að halda þig sem er ekki endilega rétt? Já, maður. Ég veit það ekki. Hvað? Já, ég held að almenni miskilningurinn hljóti að vera sá að ég sé asnalegur, sko. Ég er náttúrulega töff. Það fólk það er rosa mikið af fólki sem heldur að ég sé asnalegur og fólk heldur og finnst jafnvel að ég labbi asnalega en ég labba töff og ég er töff. Nei, ég veit það ekki. Ég veit ekki hver á spurningin náttúrulega. Já, hvað heldur fólk mig sem er ekki rétt? Já, hvað miskilur fólk við þig kannski? Já, ég veit það ekki mér. Þú veist, er ekki gaman að búa með honum eða kannski kona mín oft spurða því. Ok. Er ekki gaman að búa með honum? Ég held að það sé ekki sérstaklega gaman. Nei, þú veist, nei. Það er bara challenge. Það er bara þetta er ögrandi verkefni að búa með. Hvað er að búa með þér? Ég held að það sé bara, þú veist, non-stop 24/7 bara yfirsetta, sko. Það þarf bara að fylgjast með þessu manni. Þetta er búin að gera þetta og hitt, þú veist. Nei, þú veist, það er bara þannig. Ég er náttúrulega rosalega sveimhugi, sko. Og ég hef verið þannig bara að það er ekki ellin. Þó ég sé nú, þú veist, komur að segja, komin að léttasta skeiðinu en, veist, ég hef verið svona alla tíð, sko, og ég gleymi mér bara, veist, ég á að fara inn í Hamaraborg en ég er komin inn í Skeifuna og ég er bara, nefnir, hvað er áttu mig, hvað er það? Þú ættir að fara í Hamaraborg og ná í buxur í styttingu veitu hvað er þetta? Skeifunni ok, ég heyri þér, þú veist þú þarft alveg að passa þig að vera bara hvað drífið þig, þú veist og hún er alltaf bara, hvað svona lengi hvað mennur fórst ekki bara í krónuna? Jú, en ég er alltaf spjallandi það er líka, ég fyrir krónuna ég lendi alltaf í svona 8 skilduspjöllum í krónunni, sko eða einhverju búðum, þú veist, saman hvort það er. Hvernig finnst það? Þeir eru ekki að borga mér, krónan ég skuldi mér fyrir að segja nafnið ykkar 800.000 fældi ég myndi senda þeim reikning 800.000 what? Pétur Jóhann Sigurðsson já, ég sagði nafnið ykkur hraðvarpjöðnum daginn það kostar, sko já, mér langar svo að senda svona bakreikninga fyrir einhverju kjaftaði hefur þú prófað? Nei, það væri geggjað með það kostar það já, við báðum þig ekki það nei, það er ekki mynd það er alltaf já, heyrðu, nei, fólk sem sagt heldur að væri til í að búa með það fyrir að finna skama að búa með en það er kannski krefjandi líka já, ég held að ég held sé,
ég held að það sé kannski einhvers konar miskilningur og ég sé alltaf hress, ég það ekkert, þú veist, ég get alveg, ég fer kannski ekkert í einhverja svona lægð eða þannig, en ég er ekkert alltaf hress. Nei. En oftast. Ég held að sé kannski best að lýsa því þannig, þú veist, að ég er ofta eins og svona sprungin vindill þegar ég kemur á kvöldin. Þú veist, ég er búin að vera bara í þessu. Ding, 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 allan daginn. Og svo kem ég heim og bara þá er maður alveg búinn. Þú veist, og þá vil maður bara láta mata sig einhver kjaftaði í sjónvarpinu eða eitthvað. En tekur náttúrulega mikil orku að vera allan daginn. Já, það gerir það. Ég fann samt ekkert já, það gerir það, en ég fann ekkert fyrir því þegar ég var yngri, ég finn meira fyrir því núna. Það en þú veist, mér finnst líka bara svo gaman allt, þú veist, mér finnst það er heiðskýrt úti, sést ekki út af þessum gardínum, en þú veist, mér finnst allt gaman, þú veist, nú er lífið að kvikna, sumarið að koma og það er ógeðslega gaman. Svo þegar það er búið, þá er rosa gaman eitthvað annað, þú veist, þá bara kemur haustið, ég er enda nokkuð góður í því að finna gaman. Þú veist, það er gaman jólin að koma þá, eða bráðum. Þú veist, þegar sumarið er búið og haustið og Halloween, það er gaman. Eða, þú veist, og svo jólin, svo það er búið þá skíði og eða, þú veist. Alltaf spenntur fyrir einhverju? Ég er alltaf spenntur fyrir einhverju, sko. Já, svona almennt. Þetta er náttúrulega forréttindi, þú veist, að bara þetta gig, lífið, þú veist, þetta er rosa gig. Þetta er gig, sko. Og og þegar öllur, eins og Sveppi segir alltaf, svo á endanum er öllum drullur saman, svo er bara dauður og þú veist alltaf búin að glemma þér, skilur. Þetta er alltaf bara einhvern veginn. Ég held að bara, þú veist, þetta er svo gömul og þreytt tugga, sko, en maður það bara er einhvern veginn að reyna bara að fá þar allt sem mögulega getur út úr þessu. Það snýst það. Já. Suck the living daylights out of life, skilur. Þú veist, að sjúga allt sem gera ekki sjúga. Ég er ekki að tala þú veist, ég er að tala þú veist hvað ég er að tala Já, ég er ekki að tala Ég er að tala að reyna að fá bara allt sem getur út úr þessu. Já, ég held að það séu allir sammála því. Já. Ég á þess að vera að traðka kannski á fólk, skilur við. Nei, en maður átt að sér líka því bara, sérstaklega að hún er eldri, að lífið er bara stutt, sko. Já, það er rosa stutt. Líður rosa hratt. Og svo er náttúrulega rosa mismunandi hvað fólki finnst vera að fá allt sem ætlar sér út úr því. Já. Þú veist, sem finnst bara geggja að hlaupa upp og niður esjuna 2 á dag og eitthvað, þú veist, ég er ekki þar. Þú veist, það er bara mér finnst bara svo geggja bara að horfa út glugga hjá mér á morgnana og sjá bara himininn og fá mig kaffi, skilur við. Þú veist, það er bara, þá er ég bara hlakka til að takast á við þennan dag, sko. Já, kannski allir finni sína leið til að mergsjúga allt úr lífinu, basically. Já. Það þarf kannski ekki að henda allt einhver ein leið fyrir alla. Nei, nákvæmlega. Svo sumum við bara spjalla, sumum við er best ákvæða að sjálfum sér með því að vera besina og... Já. Það ekki. Laukrétt. Ég held að þurfi... Já. Ég held líka að, þú veist, í augnablikinu, fattar mig, maður ofta býð eftir eitthvað krefandi klárast, eða, þú veist, maður þegar maður fyrir Halloween, þegar jólin koma. Já. En að vera svo spenntur í augnablikunum dagstaglega, skilur, þó að sé eitthvað sem maður er að býða eftir líka. Algjörlega. Þegar maður svona hugsar oft, sko, eftir á þegar maður var á einhverju augnabliku, maður áttaði sig ekki á því hvað maður hafði það gott, eða hvað maður var, þú veist. Já. Og núna, þú veist, í þessu vírusástandi núna finnst mér komin rosa mikil bjartsýni og gleði í samfélagið af því að við erum einhverju leyti að sjá fyrir endan á þessu loksins vonandi það er allavega búið að svona, láta okkur hafa rosa sterka tilfinningu fyrir því að þú veist bara næsta haust þá bara 1. júlí þá bara verið búið að bólusetja alla var það 1. júni? Nei, júli já það er ekki bara ákveðin von og bjartsýni og ákveðin já, bara, þú veist, og svo er það bara upp á við, líklega þú veist, þó að ég eins og ég hef sagt bara áður hér í þessu spjalli að þó hann sé
að nánast öllu leyti slæmur þessi vírus að þá er rosa margt gott allavega, svo ég tala fyrir sjálf mig sem kom út úr þessu. Já. Hefur komið út úr þessu. Já, ég held að hafi breytt lífi á fólk í mörgum, sko. Já, og ekkert bara til verðuvegar, en líka bara, þú veist, farið tíma til aðeins að skoða og staldra við og ég, þú veist, þó að þetta sé náttúrulega bara ömurlegt, þá held ég að þetta sé líka mjög lærdómsríkt, sko. Já. Þú veist, bara, hvað maður kann mikið að meta bara að geta farið og fengið sér kaffi og þessi tengsl og ég meina, ég hugsaði en daginn eitthvað, hvað hérna, já, lífið mitt ekkert breyst í COVID, ég að gera nákvæmlega saman, síðan átti það með sinni, ég hætti í fótbolta sem ég var búin að gera, húst, alla mín ævi, sko, fór að gera eitthvað allt annað, sko, og það mörgu leiti bara út af því ég fikk rými til að hugsa, pæla eins, staldra eins við, sko, staðan fyrir alltaf að vera að keyra bara áfram á eitthvað og átt að segja á hvort maður kannski vilji vera að keyra á það ennþá, sko. Eða hvort maður vilji gera eitthvað nýtt. Já, algjörlega, það er, þetta er svona, þú veist, við vorum á alveg rosalega mikilli, bara svona á miklu skriði. Siglingum bara. Já, bara mannkynnið. Héldum einhvern veginn að ekkert gæti komið fyrir, skilur, svo kemur bara þetta svona rosalegt högg í magan og miklu meira en högg í magan, bara búið að taka bara fullt af lífum, þessi vírus. Þannig að, þú veist, hann er bara, þú veist, ekkert nýtt undir sólinni, hann er glataður, þú veist, þetta er glatað, en alveg bunki sem að svona alveg bunki sem að gerði, sem að gerir, sem að skilur eftir alls konar jákvæðar, það er margt jákvætt sem kemur út úr þessu, en þetta er orðið svo djúpt, sko, en þú veist, við vitum þetta öll, sko, þetta er bara ég held að þessi kjaftaði, þú ert algjör töffari, sko. Það er fólk heldur ekkert svo asnafnur sem heit, sko. Nei. Algjör töffari. Já, svo akalegu töffari. Takk fyrir það. Já, ég vil meina það, sko. Mér líður alltaf þegar ég horfi í speil eins og ég sé Ryan Gosling. Já. Mér líður þannig, nefnir þú, er ég? Nei, þetta er bara PJ. PJ. Munnaði litlu. Hvað er á náttborðinu hjá þér? Það er lampi. Lampi? Já, það er lampi á náttborðinu en svo kemur skúffa ég man ekkert hvað er í henni æfisaga David Bowie minni ég fekk hann að lána, ég þarf að skila henni ég hef eftir að byrja á henni, sko. Sorry það ég skil henni þegar ég er búin að lesa hana og svo er einhver önnur bók fyrir neðan, svo er hilla þar, ég man ekki hvaða bók var þar, gott að það var ekki, það er einhver bók sem ég hef eftir að lesa líka, nei, ég hef búin að lesa hana, ég er að sjá það, ég er að nota sjónminnið, það er Jón Kalman, ég er búin að lesa hana, fiskar hafa ekki vangi eða eitthvað, hún svakaleg, sko, en hún svo ljóðræn. Já, ertu mikið að lesa? Nei, það er alveg sorglegt, sko. Ég gef mér allt og sjaldan, og það er lykilsetning, ég gef mér allt og sjaldan tíma í það. Já. Það er svolítið með þetta sprungin vindill, sko. Þú veist, ég verði eiginlega bara alltaf á kvöldin, bara þú veist. Hefur bara ekki orkið að lesa? Nei, sofna oft svona bara í sófanum. Ég nutta alltaf, oftast smá, Sigrún mín fær fótanutt, svona kálfanutt, og svo sofna ég út frá því, sofna svona, vakna 11:30 yfir einhverju rugli með hún sofnu og rífa okkur inn í herbyggja svo. Þannig sofnið alltaf í sjálfsminu? Já, oftast. Já, það gerist í auknum mæli. En þú veist, ég meina, og guttinn, hann er 9 að vera 10 ára. Þú veist, hann vakir allt og lengi, sko. Hann á að vera sofnaði klukkan 8 að mér finnst. Sofnar ekki fyrir 10. Og þá hefur þetta hann að glugga eftir 10. Þá nýta hann vel, sko. Milli 10, ég vil vera komin upp í fyrir 12. Já. En það tekst ekki alltaf. Nei. Þannig að þú kemur heim
Já, sprungin vitill. Svo sprungin vitill, upp í sófa, þreyta. Nei, þú veist. Já, þú veist, það þarf að búa til einhvern mat og eitthvað svona, sko. Ég nú alveg að reyna að standa mig í því. Sorry, við erum, þú veist, ég svona þessi einyrki, þú veist, ég bara í vinnu og sjálfum mér, þannig að en Sigrún mín Sigrún mín? Já, hana. Má ekki taka hana. ekki einu sinni hugsa á hana. Nei, hún er í vinnu, skilur sig krefst þess að hún þurfa að mæta klukkan eitthvað og vera þar, klukkan verður eitthvað. En ég svolítið bara svona, ég get bara haga mínum vinnutíma, þú veist, móralski keyrir bara þegar að ég ákveð bara þegar að móralski fer af stað og hvenær hans vinnudegi líkur. Þannig að, og svo er náttúrulega, þú veist, þessi kvöld og helgar vinna sem að var og mjög líklega byrjar aftur, geti ég trúa. Svo er þetta einhverju fundir, eins og þú örugglega þekkir, rosa mikið fyrir að setjast niður með einhverjum og taka fund einhvers staðar sem yfirleitt kemur aldrei neitt út úr. Það kemur alltaf einhvern niðurstaðan yfirleitt að senda tölvupóst, sendir þú ekki bara tölvupóst á mig og hérna, já, við sendum bara allir tölvupóst og já, flott og hittum svo allir hérna eftir viku eða eitthvað þegar við erum öll búin að senda okkur tölvupóst. Þú veist, en svo er náttúrulega, jú, ég meina, þú veist, það gerir það verkum að heimilið lendir aðeins kannski meira á mér eins og staðan er núna. Þú veist, að búa til mat eða að reyna að láta drenginn læra og koma honum í tómstundir og þú veist, hann er á fullu sá stuttið, sko. Hann er í körfu og æfir golf og æfir dans og það þarf að skutla og ná í eða, þú veist, eða stundum hjólar hann eða skiljum, það er allir gangur á þessu. Skiljum. Þannig að þú veist, það er fínt að ná svona smá tífi, einhverju glápi, láta mata sig frá 10 til kannski 11:30. Já. Vakna svo svona 11:30. Ekki að færa okkur. Þetta er bara svona, svolítið rútínan. Lappa svona inn og upp í rúm. Ég hrítvíst. Það? Já, hún segir það. Og ég vakna oft við hennar. Í dýrið, já. Nei, hætta þessu. Hverju? Pekur allt húsið með svo rótum. Ég hrýti ekki neitt. Jú, þú hrýtur. Ok. Það er mér ógeðslega að fyndi að hrjóta. Já. Það er ógeðslega að fyndi. Það er vera hánótt og þetta er svo geggja hljóð, sko. Þú veist, ég hef oft verið að taka upp vini mína, sko, þú veist, í veiðiferðum og svona, taka upp á símana því að mér svo fyndi, svo er ég svona sjálfur, ég bjóst ekki við því. Nei, líka mjög mjög lítið en hvernig veistu? Ég bara fæði feedback frá konunni, sko. Það er einstaklega sem ég hefur svona það er bara svona lítið hljóð sem bara fer bara það er geggja sem og ég er þá bara vakinn og ítti í mig og bara hætta þessu, ég bara hvað meinar? Hvernig á ég að hætta þessu? Ég veist líka það, sko. Hvernig fer ég að því, sko? En ég hrýtt. Ég líka að byrja að teipa fyrir munnin, sko. Anda með nefnum bara, það er víst eitthvað nýtt í þessu. Teipar munn? Já. Þá bara anda með nefnum, já. Hvernig er limband? Ég keypti bara eitthvað teip. Bara tesa? Nei, bara svona sjúkrateip, einhvern veginn. Bara, já, málingateip. Nei, djók. Já, ég með málingateip. Já. Já, það er, ég get ekki sofnað með teipa fyrir munnin. Nei. Beggi, þetta er rosalega. Þetta er víst nýjast nýtt í þessu. Ég myndi freka bara að sofa bara í sófanum, sko. Nei, ég má ekki hrjóta að segja bara í sófanum. Nei, já, það er náttúrulega til líka fullt af einhverju alls konar, hérna. Ég held ég hrjóti ekki það mikið, ég þurfa að fara að leita mig hjálpar, sko. Nei, ég skilji. En ég held ekki, ég ítrykka það, ég veit það ekki. Ég sef alltaf eins og grjót, sko. Og dreymi bara mestu geimasýru sem þú getur nokkuð tíma nýmyndað, sko. Alltaf? Já, bara, þetta er bara, veist. Sem vaknar bara á stundum fegin, stundum vonsvikinn. Já, sko, þú veist, mér hefur dreymt að vera aftan á svona pallbíl
með svona vélbyssu að skjóta mjög dreymt þetta, skilur. Þetta grínlaust, hvern dreymir svona að vera bara og bara reyta niður fólk á pallbíl, þetta bara rugl. Og svo var ég komin bara eitthvað stuttu seinna eitthvað annar staðar, þetta bara James Bond style, skilur. Þetta bara þetta bara svona bíómynda. Manstu draumana? Já, suma, það er ekkert langt síðan að mér dreymdi þetta. Og vaknaði bara, Nei, ég vaknaði bara, býtu, af hverju er mér að dreyma mig á svona pallbíla, þetta var bara, þetta var svo sumt var í slow-mo, svo fór þetta aftur í hraða, þetta er bara, hvað rugl er þetta? Þetta er bara, ég veit ekki. Ég er að sjá þetta fyrir mig, sko. Já, og svo er ég að kalla eitthvað bróðum mig var undir stýri við tveir og ég veit ekkert hvað fólk þetta var, skilur, en það bara sallaðist niður, við náðum ekkert öllum, sko. En þetta er bara, kannski er þetta, ég veit að hitta Siggu Klingu, spurði hann hvað það þýðir, hvað það merkir, draumar maður. Já, það er bara kannski hérna í bollanum. Herri, já, verið að spá í bolla, amma gera það. Já, þetta þýðir mikið af peningum. Já. Það var þetta pallbíl að skjóta. Þetta er bara... Já, heitur. Já, ég veit það ekki mér. Hvað er það fyndnasta sem þú lenti í nýlega? Sem ég lenti í nýlega? Já. Þetta, ég var að tala um það. Já, varst þetta? Nei, ég veit það ekki mér. Ég lendi í svo skrýtnum... Ég lendi alltaf í... svona einhverju svona klaufalegu. Það er alltaf bara það er eiginlega alveg sama hvar ég kem eða hvað ég er að gera, það er alltaf eitthvað svona fíaskó í kringum, ég veit það ekki, ég man ekki neitt í svipin fyndnast sem ég lendi í nýlega. Þú veist, maður er alltaf að reyna að vera fyndin, eða þú veist, ég er ásakið, það er vinnan mín þannig að þú veist, ég er að gera hlaður með sveppa og það eru alltaf að reyna að vera fyndnir og segja eitthvað fyndið eða hringi eitthvað. Sorry, hringdum í þig, víst. Já, það var eitthvað... Já, ég vissi það ekki. Nei, það er gaman aðeins. Já, ég bist afsökunar á því. Bara allt í góð. Hvað, voru við eitthvað leiðilegir? Nei, þú veist, og hérna, en þú veist, mér finnst oft svona einfaldir hlutir fyndnir, ég festist í svona hliði daginn, ég var að fara í ræktina, í hreyfingu hérna í Glæsibæ og það var að vera að skrá mig inn og ég var að kaupa mér aðgang og hérna ég hleypið bara inn, segir stúlkan eitthvað bössar eitthvað og ég var aðeins svo lengi að taka töskuna og ætla að fara að labba, þá lokast hliðið á mig og ég svona, og það lokaðist akkurat einhvern veginn að ég var bara fastur þarna, sko. Hliðið svona og ég allur með íþróttatöskuna og þetta var mjög fyndið þegar ég byrja að grenju hlátri, sko, því að ég komst ekki út úr hliðinu, það er ekki fyrir að stúlkan hrópar svona, færðu þig og það var einhver ól á íþróttatöskunni, alveg rétt ólinn festist í því og þetta var bara eins astnalegt og eins aulalegt og þú getur ímyndaðir og og hún var svona reið, ung stúlka, færðu þig úr hliðinu, já, ég er að reyna færðu þig, já, ég er að því þú veist, þetta var allt svona þú veist, mjög fyndið at the moment og aulalegt, fimmuralegt og ólíklegt að mikið af fólki geti lent í þessu. Ég er alltaf aðeins, þú veist, ég er maðurinn sem er oft að lenda í því að sjálfvirkar hurðir opnast ekki og ég kem að þeim og ég þarf að bakka og hvað, virkar þetta ekki, þú veist, svo er ég búin að labba og bakka og ganga að hurðinni tvisvar, þá opnast hún. Svona geti ég lengi alltaf áfram, þú veist, ég er alltaf að lenda í einhverju svona klaufalegum, eða svona venjulegum samt klaufalegum. Já. Dettandi, við fórum
við fórum, ég og bara við, mín í fjölskyldan fórum páskana og hittum vinafólk í bústað rétt hjá Borg, ég bara segja löngu útgáfan af þessu, Borg, þetta bara nei, þetta ekki Grímsnesi, þetta bara þau voru í bústað í Hraunborgum og ég ákveð og á einhverjum tímapunkti af því að það var búið að tilkynna það að það væri hægt að selja kókapöps, það vildu allir langaði öllum allt í einu í kókapöps einn morgunin, þetta páskana það hlýtur að vera til hérna í sjoppunni á Borg, það enginn að fara að þanga, segi ég skal að tuða keiri á Borg og þú veist, þetta var páskana, það var ekkit mikill snjór en það var alveg ógeðslega kalt þannig að þegar ég legg hana fyrir utan það var lítill pollur sem að hafði frosið nóttina og ég opna bílinn kem út og ég sett annar fótinn akkurat á þetta litla svell renn á svellinu næ ekki og þetta gerðist það í minningunni það hægt að ég renn næ ekki að grípa í hurðina og bara svona og dett undir bílinn bara svona allir svona og ég ligg bókstaflega í jörðinni og að mér fannst þetta svo astalegt þannig að ég segi, hvað í gangi þú veist, að ég vildi ekki ef einhver kæmi gangandi þú veist, Pétur Jóhann Sigfússon liggjandi í jörðinni hvað í gangi, þetta öskra svona, þetta asnalegt maður, ég datt maður, hvernig er þetta hægt 49 ára gamall maður, þú veist, ég tek allar þessar línur 49 ára gamall maður, það ekki einu svona svell, eitt svell allt til að covera mig ef einhver skildi hafa verið þarna, sem var svo ekki að gera þá bara grínað því að hafa þetta reyna svona einhvern veginn að bjarga þessu, þú veist en þú veist, þetta er bara dagur í mínu lífi, ég er alltaf einhvern veginn að lenda í þú veist, þetta var algjörlega tómt bílaplan tómt af snjó og svelli en ég náði að leggja akkurat það sem það var einn lítill alveg gattfriðin svellpollur sem ég veit ekki af hverju var þarna sko. Sem þú tókst að stígi og þetta. Já, og renna alveg undir bílinn sko. Svo kom ég inn ekkert kókapöfs og en starfsfólkið það voru þrennt ungt fólk að vinna þau fengu öll selfie með mér þannig að það var það sem ég fekk út úr þessu ég datt undir bílinn, ekkert kókapöfs og 3 selfie myndir sem að þau fengu 44 en það er líka bakreikningur á leiðinni til eitthvað gott fólk og það er engin 800 skall það er eitthvað miklu vera Hvað hélstu einu sinni að það væri satt en þú ert öðru máli í dag er eitthvað svona sem þú þurft að afalæra Þetta er alltaf djúp spurning Beggi Hvað hélstu einu sinni að það væri satt en var það svo ekki þú ert öðru máli í dag En ég er á öðru máli Já, kannski eitthvað sem þú hélst að væri bara satt en þú lærðir að það var ekki satt eða þú gerðir eitthvað sem hafðir einhver að trúa með eitthvað, gerðir eitthvað og þú átt að ráði að þú ert ekki á þeirri vegferð í dagurinn er eitthvað sem þú þurft svona að aflæra þú lærðir eitthvað, gerðir eitthvað í einhver ár sem þú hugsaðir bara að ég þurft að læra það aftur upp og nýtt Ég Vá maður, nei, ég man ekki eftir neinu einhvern veginn sem svona ég skil ekki spurninguna þannig að jú, ég skil hana en þú veist, ég meina þú veist, ég hef reynd svo margt sko sem að þegar maður var yngri, þú veist, þá var maður bara letandi og ertu að meina það? Ég fór aflæra eitthvað nei, ég meina aflæra eða læra ég reyndi að vera flugmaður reyndi að læra það og fór í það nám en það gekk ekki þetta veist það var engin 4 ár þetta veist ég veit það ekki það er ekkert svona sem að mér dettur í hug sko í svipinn sem að svona
það einhvern veginn fylgir manni allt, finnst mér einhvern veginn. Allt sem þú lendir í, allt sem að þú heldur að skipti engu máli á þeim tíma sem það að gerast, það nær þér á endanum og þú áttar þig á því eða þú veist, ég fór í sveit sem gutti og mér fannst að glata þá þar að segja sko þegar ég var að fara í sveitina fannst mér glatað, kveðja mömmu glatað, sitja í einhverju rútu í marga, þú veist þetta var í Skagafirði sem ég fór í sveit og marga klukkutíma í rútu og allt glatað, svo þegar ég var komin þá var það gaman, skilum og gaman í sveitinni og það ennþá að nýtast mér í dag, bara allt sem ég var látin gera þar og veist, moka skít, það var bara manni fannst það bara ekki vinnandi vegur sko, kindurna búin að vera skítandi inn í fjárhúsi allan veturinn, þú veist, og þau voru með svona kindabú 800 kindur, eitthvað milli 600 og 800 kindur 2-3 fjárhús við hinga og þanga landaregnina, það var allt svona þykk, þú veist, það voru skítandi allan veturinn og lappandi, kúka og lappa og náða og kúka og lappa, þannig að þetta þjappast og verður bara raðast upp, það var bara svona rosa þykkt lag af kindaskít, þú veist, þær voru bara fóru út á vori þegar ég var að koma, þá fóru þær bara eitthvað upp í fjall að bíta gras og meðan ég þurfti að eyða bara öllu sumrunni að moka skítinn þeirra sem að þeir voru búin að vera að skíta nefnir allan veturinn inn í fjárhúsum. Mér fannst það skríti gigg þá, en það nýttist mér rosa vel í dag, þú veist, ég er rosa góður í það að moka og góður mokari. Góður mokari. Nei, já, ég meina, nei, þú veist. Þannig oft maður þarf að gera eitthvað krefendi og stundulegilegt og það getur nýst manni kannski í framtíðinu. Já. Svona þegar ég fer að spá eða þá reyndar að moka skít, það nýtist manni ekki neitt, sko. Setur mann svolítið niður á jörðina kannski? Já, setur mann á jörðina, jú. Og nýtist, þú veist, ég meina, ég er ofta að sýsla eitthvað í garðinum. En svona, já, þú veist, og ryksuga, ég þurfti að ryksuga rosa mikið í sveitinni. Ég er eitt besti ryksugari sem hún finnur, sko. Það er ekkit eitthvað hálfkák í því þegar kemur að ryksuga. Ég lyfti öllum svona snúrum og svona, þú veist að allar snúrur safnar eða svona á bakvið þar sem sjónvarpið er og það dreg þetta allt fram, tek alla pullur og öllum sófa, dreg íti sófanum til og hrá, reyks og undir allt og undir rúmum og öllu sko. Það er alveg gríðalega góður ryksugari. Góður ryksugari, það er alveg kunst sko. Já, þetta er svona sko nýjasta sem ég hef þurfti að aflæra. Það var að ég held, ég er bara hreinn á beinn, þannig ég segi bara hlutinu svo eru og ef þú vilt fá einhver álitamur og svona, þá segi ég bara og ef ég finna að ég þarf að segja eitthvað, þá segi ég það. En eitthvað sem ég þurfti að aflæra er kannski að ef það er eitthvað sem er að pyrra mig heima eða eitthvað, það er yfir sambandið eða eitthvað svo leiðis. Að stundum kannski býðum að það maður ekki alltaf að segja, skilur þú, fattar mig, þó svo ég vilji það. En ég þurfti að aflæra er basically að vera ekki alltaf 100% heiðarlegur þó svo að ég sé það, skilur mig. Þannig að stundum er bara eitthvað pínlítið sem gerist kannski bara einu sinni, þú veist, eitthvað sem fer í mann og þá hann maður ekki segja. Þá er maður bara búið til meira vesen úr einhverju. Þannig ég þurfti að aflæra að það var kannski styrkleiki í það að geta verið svona eitthvað sem ég ofnota til dæmis. En það er bara eitt sem ég var að aflæra, sko. Ég meina, þegar þú segir þetta, sko, þá er hlutur sem ég þyrfti að aflæra. Það er það að fara í svona ég á það til að fara í svona þagnarfílur. Veist, ef Sigrún til dæmis segir eitthvað eins og þú ert að tala hún er svolítið bara að segja hlutina bent út. Bara, það er að gera þetta veist, þá að ég til og svo bara hálftíma setna eða klukkutíma setna spyr hún, er ekki allt í lagi? Hvað? Nei, ég sé að það er ekki allt í lagi. Já, það er bara allt í lagi. Nei, ég sé það ekki. Er það út af því sem ég sagði? Nei, það er ekkert af því. Þú veist, hún er farin að sjá í gegnum þetta. Við erum búin að vera saman í 14 ár. Hún sér þetta ennþá. Og ég er alveg meðvitaður um þetta. En ég er alveg að reyna að aflæra þetta. Þannig, þú veist, ættir þá frekar þá að, þú veist, að segja þá hvernig koma þessu út þá einhvern veginn. Já, mikið frekar. Þú veist, ef hún segir hvað ég nefna
Hvað á ég að nefna sem dæmi? Eru þið feðgar bara búin að lesa einu sinni í vikunni sem dæmi? Þetta samtal sem átti þessi stað bara í gær og þá var ég býtu, akkur ekki búin að lesa oftar? Hann að lesa einu sinni í viku. Það hefði ég átt að segja vegna, þú veist, ég sagði það þú veist, og þá þurfti ég að rifja upp vikuna vikan var bara, þú veist, þá kom sumardagurinn fyrsti þú veist, það sem þá kom mánudagur við lásum mánudegi sleftum þriðjudeginu sem ég man ekki út af hverju svo kemur miðvikudagurinn það mín í föstudagur af því að það frí á fimmtudegi þá ekki eftir að lesa vegna þá bara lauk skóla og þá það bara svo eins og ég sagði, hann í alls konar tómstundum og það mikið í gangi hann bara 9 að vera 10 þú veist líka, þú veist, ég ógeðslega erfitt með að rífa nú, nei hérna, sendust vinina heim, við erum að fara að lesa hér ég ógeðslega erfitt með það sko að því, ég man bara sjálfur hvernig ég var þegar ég var 9 að vera 10 veistu hvað gaman veistu hvað gaman, þú veist að hjóla og leika og lenda í ævintýrum það í raun miklu skemmtilegra heldur en að lesa sko já og síðan kom sumardagurinn fyrsti svo kom bara annar föstudagur þannig að ég sagði nei ég meina við svona bara bara vikan og svona bara svona var ég bara í einhverju svona þagnarfílu bara bara restina af deginum eða eitthvað eitthvað svona, þú veist ég held að kannast allir við þetta ég held að kannast allir við þetta ég kannast við þetta stæðin fyrir að sko ég með reglu, svo við talum á hann með heilegan sko núna nýjast, ég sagði alltaf bara strax eða það var eitthvað sem var að bögga mig en ef það gerist 3 svar að þá ég búin ákveða að segja það en þegar ég segja það þá losna ég hennan gremju begga skilur, það getur vel ég hef bara ránt fyrir mér ég að fara að segja eitthvað og það bara að kjafta ég þarf alltaf bara að koma út en en svo bæði það síðan þetta alltaf bara eins og ég sagði á hann þú veist, svo ég vitni aftur í sveppa svo skiptir þetta þegar allir úr botni kvöld ekkert af þessu neinu máli þú veist hvort hann les þú veist, ég veit þú veist, þetta krafa frá krafa, þetta svona þetta bara ábending frá skólanum lesa ekki sjaldan en 5 sinnum í viku heima í 15 mínútur cirka á dag 15 mínútur ekkert langur tími en það oft ógeðslega þú veist þú ert í skólanum til 2 þú ert 9 að verða 10 ára ævintýrin bíða það núti sko þú veist á hjólinu og slæpast og leika og hoppa yfir læki eða whatever þeir finna sér alltaf eitthvað rugla að gera þessi gæjar sko og þú veist skólinn búinn þetta 2 hákörfuboltaæfingu eða dansæfingu eða golfæfingu eða eitthvað og svo eftir það þú veist, við höfum ekkert úr miklum tíma að spila þetta félagarnir sko þannig að þú veist, þetta ég ógeðslega erfitt með þó að eins og ég segi 15 mínútur ég get ekki þú veist, þetta og síðan þegar að menn eru búnir að vera á fullu allan daginn þá bara koma menn svangir heim og það þarf að vindillinn bara það vindillinn, sprungið vindill það þarf að fá okkar að borða og nei, ég lesi núna bara ég dauðþreyttur og ég skilji þið svona við lesum bara 2-falt á morgun eða eitthvað svona, við tökum þetta bara helgina maður, eða þú veist þetta ég náttúrulega alveg vonlaus kannski uppalandi, ég veit það ekki ég held það reyndar, en þú veist þetta bara margt í þessu nei, þú veist, þetta bara eins og þú segir allt þetta, láta hluti verið töðunar og sér fronta og ræða og ég ekki ánægð með þetta en ég mjög ánægð með hitt og þú veist, stundum þarf maður kannski bara vera meira bara og hvað svo segjum á íslensku I don't give a fuck segjum bara I don't give a fuck mér drull þú veist, vera meira þannig mér drull, þá hvað einhver segir við þig nei, bara allt, þú veist það skiptir engum þú veist, það ekki eins og þegar hann verður orðin 20 og þá ætla ég að vitna núna í sko konuna sveppa hún ógeðslega fyndin
hún sagði einhvern tímann, það ekki eins og við vorum að ræða þetta einhvern tímann, það ekki eins og hann sé að fara að ferðast með vinum sínum 20 ára gamall og standi og komi út úr lest og standi þar, strákar, Amsterdam, ok, strákar, við erum í Amsterdam, þú veist, það ekki að fara að gerast, hann sé tvítur, nú kann ég ekki að leika hana nógu vel, en nú leika þetta núna, Amsterdam, skilur við, ok, djúpt, hvað í þessu vatni? Það ég seti eitthvað hugvíkandi í það. Vá, það snögg svífur á manni það maður. Það ekki. Jú. Hver helsti vendipunktur sem eru upplegað í lífindi þessa? Það veit ég ekki. Ekkert svona augnablik, eitthvað svona upplifun sem svona breytti í lífinu? Vendipunktur. Nei, jú, það náttúrulega bara þú veist, börnin að bara það held ég vendipunkturinn að fara frá því að hafa eitthvað annað að hugsa heldur en eigi raskat þú veist, við eigum sko 3 börn. Já. Og það svona, já, ég myndi segja það verið vendipunkturinn sem breytir í lífinu hjá mjög mörgum. Já, ég held að þó að það sé náttúrulega þú veist, það að koma öðrum einstaklingi svona út einhvern veginn og það einhvern veginn aldrei búið eða þú veist, það svona jú, nei, það eiginlega aldrei búið alltaf þó að það breytist eftir því sem árin líða sko held ég sko, út alltaf neymina, bara, maður alltaf í samskiptu við foreldra sína. Já. Þú veist, og samskiptin eru allt öðru í dag heldur en þau voru og snúast ekki það að koma þér út í lífið, heldur bara meira svona þú veist, maður finnur það bara á foreldrum sínum að þeim svona kannski á einhvern dumbátu efast, skilur var ég nógu góð eða þú veist, var þetta alveg í lagi? Já, það var fínt maður uppeldið eða skilur já, uppeldið var mér já, ég held það sko svo fyrir maður að hugsa já, var það fínt? Já, fínt eða skilur, þetta er rosa vendipunktur að vera foreldri, þannig að ég held að það sé það Ánefa já, vendipunktarnir í lífinu já, maður svona já, vendipunktar í lífinu ég held að maður getur verið stóru og getur verið litlir ég held að það svona oft er einhverju svona punktar sem breyta einhverju í lífinu sko nei, svo er það líka bara þessi dugga sko mér er drull nei, það er ekki neitt vendipunktur í lífinu mér er drull herru, ég er endar sko þetta verður skemmtilegt hvort þú sért með eitthvað hérna þetta er enda búin að vera með einhverja sko tilvinnanir en hver er uppáhalds tilvinnin þín og af hverju? Mér er drull af hverju? Nei, ég veit það ekki þú veist, þetta er bara þetta er, þú veist að spurja rangan mann sko, ég er rosa lítill svona tilvinnana skilur mannes sko, þú veist ég þekki svo fáar svona tilvinnanir þú veist, það er bara þetta er ekki mér er drullið svolítið búið að vera svona inntækið okkar já, það hjálpa mér svolítið sko en ég minna, þú veist, einhvern tímann í gamla dag á einhverju tímann búið var eitthvað lag sem ég minna hver er svona gefið smiður life's what you make it, það er svolítið það er alltaf svolítið mikið til í því sko erum við ekki svolítið að sjóða þetta í sko að merksjúa allar, tengist þetta ekki í því að merksjúa lífið og líka að í endur degi samt, þá er með drull því að það skiptir ekkert en samt að nýta skilur við? Já, þetta er alltaf, held ég líka bara á endanum í þínum höndum ekki alltaf en já, ég meina, þú veist, við vitum þú veist, maður má ekki vera einfaldur líka þú veist, við vitum alveg að stundum er lífið ekki what you make it, sko þú veist, það var fallegt að geta sagt það, seti hér hvítur miðaldra forréttinda
forréttinda eitthvað, man ekki hvað það heitir kall, eins og ég og segja bara, that's what you make it, maður þetta alltaf bara, ég veit það ekki þú veist, við fáum misgóð spil, sko það þannig þannig að ég veit ekki alveg hvaða kvót eða hvaða tilvitnun væri ég held að drull sé alltaf best, sko ég held að mér drull eða, veist, já, veist þetta það einhvern veginn það svo rosa lítið einhvern veginn þegar öll á botni kvöld í höndunum á okkur, sko já þú bara einhvern veginn að njóta bara og hanga með, sko lífið á flegi ferð, sko þú bara farið að hanga með, sko já. Það ekkert, þú getur bara, þú veist það þannig, lífið á flegi ferð, þú veist, það bara á leiðinni þangað, sko þú bara allar að hanga með ekki, sko og lífinu drull, hvort þú hangið með ekki það ekkert eitthvað hvað, Pétur með okkur það, þú veist, Pétur getur verið dauður og eftir og það bara þrumast áfram það ekkert eitthvað, allir bara wow, heyrðu, við þurfum að staldra hérna við, sko hvað, Pétur Jóhann Sigfússon ekki lengur með okkur nei við skulum taka, ef við ekki gera þjóðarsorg og verður ekki frí, ef við ekki gera heila viku frí í vinnu og skólum og okkur lístu við það ekki þannig, þetta bara fyrir upp, ferur hvað Pétur, getur ekki máli við erum að fara þangað þetta þannig já, ég held að þessi hugsun getur líka hjálpa manni, sko, mér drull eða bara eins og Sveppi sagði mig en þetta bara degi við, sko já, ég held að það getur hjálpað þegar maður að láta einhverja litla hluti hafa svona mikið á sig þú veist, eitthvað sem maður sagði eða gerði eða einhver áhyggjur í framtíðina og svona, ég muni degja, sko þannig að, það setur einhvern veginn það setur fyrst mér lífið í samhengi þannig að þú nærð meira að merksjúa hvern einsta dag, ef við fyrir mig það, sko en svo, þú veist, ég hugsa oft líka bara, þú veist, þegar þú sendir mér skilabóð, baðst mig að koma í hlaðvarpið, þá ég alveg, Beggi maður, ok, hann jákvæðis hálfræði típa, þú veist, þetta verður erfitt, sko af því ég rosa lítill svona, þú veist, rosa lítill, já, ég náttúrulega í sentimetrum, frekar lágvaxinn en ég alveg bara, stundum finnst mér eins og ég hafi verið settur á þessa jörð bara í þeim tilgangi að gera gaman, gleðja, skemmta og hoppa hí og tralala og þess utan á ég ekkert að vera að hafa skoðanir eða vera með eitthvað svona bla 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 eitthvað svona, það svo mikið til af fólki sem með endalaus skoðanir og endalausa lausnir og endalaust, herðu, hvernig væri ekki betra þetta glatað, þetta betra þú veist, ég veit ekki neitt ég veit ekkert þú veist, ég göslast áfram bara í alvöru tala, ég göslast áfram ég veit ekkert hvort betra heldur en hitt, ekki neitt og svo flýtur og hefur gaman og já, þú veist, og ég oft spurður svona, hvort ég væri til í að koma sem eitthvað og leiðbeina sko, leiðbeina ég móralsku leiðbeinandi nei, þú veist, gefa, hvað maður að segja, gefa svona, þú veist, að ég náttúrulega búin að vera í uppistandi og gríni og alls konar og leiklist og hinn og þessu ég held ég samt svona frekar erfitt með að miðla þeirri reynslu, sko þannig, þú veist, að ég eiginlega veit ekkert ég göslast áfram samkvæmt minni eigin bestu sannfæringu og ekki endilega sem móralsku leiðbeinandi ég ekkert endilega að leiðbeina skilur, þetta bara nafn sem ég bjóð til þú veist, þú ert bara þú bara, og það bara lífið verið aflengar því já, ég held að, sko ekki? Jó kannski það bara tilhörinu vertu þú já, og þetta spjallir og það djúpt, sko, ég eiginlega búin að búin að missa algjörlega hvar við vorum, sko. Þetta það sem ég var hrættu við, Beggi, að koma hér. Varstu hrættu við að koma? Já, smá, þú spurðum svo áður komst líka hérna frammi. Já, hvað erum við að fara að tala um þær? Þetta verður eitthvað, nú er hann eitthvað að fara að kryfja mig, sko. Já. Þú
þú veist, mér svo, sko, við vorum einhvern tímann, ég var einhvern tímann að skemmta mannstættið og þú komst á eftir mér inn á Nordica eða eitthvað og ég var eitthvað og svo ég var að kynna eða eitthvað kynni þig inn og svo varst þú og jákvæð sálfræði og ég fór að velta því fyrir mér eftir þér hvort það væri til neikvæð sálfræði, hún ekki til þannig að þá hlýtur maður að spyrja sig af hverju erum við að tala jákvæða sálfræði þú veist, er hún ekki alltaf skilur, það er ef það er ekki til neikvæð sálfræði af hverju þurfum við þá að taka það fram að við séum hérna með jákvæða það var pæling sem er skemmtileg pæling það komur inn í svona ný hreyfing innan sálfræðinu sem var kallið jákvæða sálfræði því að sálfræði yfir höfuð það er einu bara mest áherslan er að laga fólk sem er eftir að verðu veikt þannig jákvæða sálfræði er eins og þú ert að gera með móraska leiðtogaprótsið það mætti segja að það var ákveðin jákvæða sálfræði elementi því þú ert ekki að koma til þess að einhverja krísu, þú bara koma til að efla góða hluti en þá betur, eða þú veist að gefa eitthvað meira en það er margt í þessu, sko það eru kannski 1-2 einhverja svona aðeins dýpri en sem er ein lauflétt og eftir ein lauflétt eftir? En sko Vá, maður það ekki? Hvað eru við búin að, ég meina, þú veist og er að koma fleiri á eftir mér að það? Nei, ég veit ekki hvað klukkan er Nei, við erum búin að vera í kannski Mér finnst þetta bara magnað maður. Það ekki? Jó. Hvað Reyndar, já, hvað segirðu? Hvaða nýja trú, venja eða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Hvaða nýja trú, venja eða hegðun? Já. Að fara í ræktina með ég er alltaf að fara að segja Sigrúnu minni. Já. Hérna með henni. Já, farið alltaf saman? Já, og hún er sko, hún er miklu meiri prímus mótor í því hérna sem er eitt af hegðunum sem ég væri til í að bæta hjá mér það er að hafa frumkvæði af einhvers konar einhverju ég get alveg átt frumkvæði af því að fara út í garð að raka lauf einn ég get átt frumkvæði af öllum hlutum sem að krefjast einskis af öðrum heldur en mér það er að segja að fara út að þvó bílana háþrýstið þvó planið sem ég geri ekki af því að það er ekki sniðugt að háþrýstið þvó plan vegna þá fer sandurinn upp á milli hellnana, það er ekki gott þannig að ég keipti, Beggi nú er ég komin út fyrir efni ég keipti svona gasgræju þú ert að horfa á mann sem er svona yfirmaður húsreikna líka umsjónamaður húsreikna fasteigna, ætlaði að segja keipti gasgræju sem tengir í gaskút og er svona brenna illgrísi geggjað ógeðslega gaman og kallmannlegt ég á vinnugalla samfesting sem ég fer í alltaf bara ef ég ætla að skipta peru þá fer ég í vinnugalla renni því utan yfir allt sem ég er í skilu það er svo þægilegt, þá get ég verið bara svona fínn, farið í samfestingin brenna illgrísi úr samfestingi grilla borgara hérna maturinn og eitthvað skilur háþrýstið og bíla og svona meðast að gaman en ef ég er, eins og ég segi ég á frumkvæði af öllum þessum hlutum af því að það er engin annar í því skilur, en hún er miklu meira Jæja, ef við ekki að rífa okkur í gang og fara í sund ef við ekki að rífa okkur í gang og fara og skoða góðstöðvarnar eða ef við ekki að herruðu, ef við ekki að fara í rektina jú þú veist þarna vantar að taka frumkvæði í þessum þáttum já, ef við ekki að fara í golf ef við ekki að taka golfring ef við ekki að, þú veist, gera eitthvað fara í heimsókn ég hef sagt orðrétt fyrir utan heima hjá Sveppa og konunni hans Írisi ég sagði við konunum mér af hverju erum við hérna aftur við erum að fara í heimsókn já, er það einu tilgangurinn skilur, ég er alveg agalegur ég nenni, þú veist, mér er sér að Sveppi er skemmtilegasti maður sem hún finnur, að mínum að stundum nenni ég ekki í heimsókn þetta er alveg kláð, það er rosa skrítið sko. Ég trúi við alla, þetta er sálfræðingurinn ekki koma til Begga, þetta er sálfræðing hann klífur því í tvennt og opnar þig á hól lesti eins og opna bók
en þú veist, ég hérna Pétur Jóhann Sigfússon, happy, alltaf glaður og svona, og ég nenni ekki heimsóknir þannig hana nú, þarna hafið það er svarta, það er hin hliðin á peningnum ég er búin að viðurkenna, hann er búin að opna mig hann er búin að krifja Vistu þér búin að ná það núna? Já, nei, það er eitt af mínu svona stundum kannski þetta sprungin vindill dæmi, ég veit það stundum hef ég ekki orkuna í heimsókn kannski, eða ég er það mikið gaggandi út allan bæ, allan daginn að ég er bara svona, það er erfitt fyrir mig að fara í heimsókn en það er enda mjög auðvelt að fara í heimsókn til sveppa en sumar heimsóknir stundum er bara svona krafan á þig Já, er það ekki svolítið að þú veist, krafan er á þig og þú ert að gefa þér allan daginn, skilur mig, ég get ímyndað með að þú veist þú ert svolítið svo svampur bara, skilur, og síðan kemur að því að Já, en það er ekki nógu sniðugt ef hún nennir ekki í heimsókn bara alltaf, sko Já. En þú veist, ég var að tala bara svona, þetta ég man ekki eins og einhver spurningin var Nei. Jú, en ræktin Já, ég finn það alveg, hreyfing bara eins og með okkur öll hún er á endanum alltaf góð veist, en við föllum oft í þá grif hreyfing líka svo gamla tugga hún þarf að vera bara í takt við þig hvern og einn það má vera göngutúr eða það má vera bara hvað þú veist, mínu tilfelli finnst mér oft gott að fara bara í vinnugallan og fara bara út í garð Já. Það er hreyfing þú veist, að reyta arfa eða að raka hvað það heitir, einhver laufblöð eða whatever, þú veist ég held að fólk eigi til að láta hreyfingu vefjast fyrir sér af því að það heldur að það sé alltaf að lyfta lóð þurfa alltaf að vera bara massíf æfing í rauninni Já, en þú veist, það er ég meina bara, síminn minn segir mér að ég sé búin að ef ég er búin að vera að raka laufblöð í 2-3 tíma hann segir mér að ég sé bara búin að missa slatta kaloríum Já, nákvæmlega bara 1 Snickers, bara við að raka laufblöð eða það þarf ekki, eða þrífa bílinn mér að segja, það er eitthvað átök í því Já, klálega en þú sparar þér það fyrir eftir í hvað bíllinn er stór en það er alltaf einhverju þúsundkallar að fara með hann í gegnum bílaþvottastöð Þú getur slegið 2 flugur í einu höggi með spara smá pening og færið hreyfingu þú veist, ég hugsa alltaf alla hluti í, þú veist, ég tek ekki lyftur eiginlega, ég labba upp þetta var reyndar, við erum á annarri hæð en ég var búin að íta á takkan þá myndi ég alltaf í hennu, nei, ég labba þetta munar já, klálega, svona sér hreyfing þannig að en við föllum alltaf í grifjuna ég nenni ekki mér, þú veist það er bara myrkur úti og myrkur á þessu landi í hvað, er þetta ekki bara 8 mánuður á ári eiginlega myrkur, þannig að mjög eðlilegt að við bara ætla að draga fyrir og ég nenni þér ekki ég get ekki farið núna, en það er alltaf sanna sig alltaf það er rosa, þú veist maður bara fer, byrjar bara það er ekki svona bara, þú veist, klæða sig í bara fötin, eða bara byrja smúla, allt í nefn maður bara búinn og maður bara ánæður, sko það er bara, reyndar hundleiðir eftir að þvó bíl á veturna ég skal gefa en þú veist, það fari laugina til dæmis ég er ekkert að synda 500 metra eða kilometr að fara í laugina hávetur það er algjör sálihjálp það er bara líka bara í pottinum og horfa, þú veist, í skítakvöldi úti en það er ekki alltaf að vera mikið nei, allavega þá ítrekka það, ég er að tala fyrir sjálf að mig ímyndaði þér að það var ekki hægt að dæma þig og þú getur satt frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinnsæl nú allt í nöri úr í tímabundin ég er að dreyma með, þetta er búið að vera geggja og gaman að koma til þín við þökkum fyrir okkur og verið sæl verðum við það aftur í næstu viku ég skildi ekki spurninguna, ímyndaðu þér það var ekki hægt að dæma þig og þú gæti komið með einhverja skoðun og ég gæti komið með einhverja skoðun bara einhverja óvinnsælu skoðun en byrju, þú sagði dæma þannig að ég þarf að koma með eitthvað dóm það var ekki hægt að dæma sem segjum að þú myndi segja með þú ert ekki að nei, svona, þetta er svona þú ert hálfviti af því að þú hafa þessa skoðun aha, já, ok er einhver svona skoðun sem ég hef sem aðri gætu dæmt og hugsað bara skoðun, nei, já mér finnst að nei, vá mér
það líka það sem ég var að tala þú veist að ég alveg sorglega skoðanalaus þannig, þú veist ég er alltaf tilbúin þú veist þú veist, mér getur fundist einhver þáttur leðalur en ég hef enga ástæðu til að dæma hann leðalan eða þú veist, ég hef enga ástæðu til að finnast þú ekki ástæðanlegur ef að þér finnst hann góður eða þú veist þú veist að því smekkur manna við erum öll, það er engin tveir eins á jörðinu og smekkur manna er jafn misjafn og þeir eru margir skoðanir fólks eru jafn mismunandi og við erum mörg þannig að af hverju ætti ég að geta vera setja út á þig eða þínar skoðanir eða þinn fatasmekka og hvað, þú veist, þú bara mér finnst ég enga veginn í aðstöðu til þess að vita betur heldur en einhver annar sko enga veginn, þú veist, ég bara veit ekkert betur heldur en neitt ekki einu sinni nefnir að 9 ára sonur minn er að leiðrétta mig daginn út og daginn inn sko og hann er endalaust að minna mig á ertu með allt? Já, ertu með símaðinn? Já, veskið já, bílíkilinn nei, ekki ná í hann þú veist, þetta er bara samtölu með ég stend með honum inn í sundlaug ég er ekki með sundskýluna hans og ekki mína heldur við erum báðið búin að rífa okkur á tillinginu og stundum ég er ekki með sundskýluna pabbi ég er ekki með sundskýluna þá verður ég að henda mér maður og fara fram og leigja sundskýlur hann okkur og þú veist, þannig að ég er alveg bara og verður kannski að pæla í ég er alveg út á tóni sko, þannig að ég get ekki komið með eitthvað svona sem að þú varst að spyrja þú getur sagt að fólk sem er að vinna í sér eða er besta útgáðan að sjálfu sér að það sé ekki eina leiðin það er svo að tala um á hann ég er bara að tala um svona einhverja skoðun að einhverju bara já en þú kannski jú, besta útgáð, nei, ég minna það hendar bunga af fólki já. Þú veist, besta, og þetta er út já, og kannski tekur hvernig get ég orðað þetta, og kannski ekki að velta þessu með einhverjum dómaraglir og aðeir og velta þið fyrir einhverjum skoðunum, þú ert bara að fljóta og já, þú veist, ég bara ég veit ekki, þú veist, þú veist, það ég er með svona skrýtnar þú veist, af hverju nei, ég bara ég veit eiginlega ekki hvernig ég á að bara, ég held að það sé ekkert svona sem að eitthvað svona eitthvað sem að betur mætti fara sko, ég held að allt sé gert af mikill allt sem snýr á okkur mannavöldum er gert af mikill hjartagæsku sko og lagt af stað í öll verkefni með eitt að leiðaljósi að gera betur í dag en í gær og það eru allir þar, þú veist en svo náttúrulega er ég meina að þú ert að gera viljandi, ljóta og slæma hluti ég er náttúrulega, það má ekki skilur, ef þú ert að drepa eða meiða það er ekki mér að skapi skilur en svo býr alltaf eitthvað öðruglega baki þar líka þú veist, ég veit ekki hvernig ég orða þetta ég held ég kannski sé bara svona nokkurn veginn skoðanalaus þannig og jafn döðu hvort þið er sama hvað skoðun ég þú veist, þetta er alltaf bara ég veit ekki, bara ég var að tala um þetta á hann þú veist, þetta lífið er á leiðinni þangað og þú verður bara að hanga með sko. Sama hvort þú ert hvaða skoðun þú hefur á því sko. Nei, byrju, mér langaði nú að staldra við hérna já, við hefum ekki tíma til að hlusta það hugurinn ætlar með okkur eða? Já, ég kem bara með það er þannig, Beggi spáði því maður allt sem á stendur fyrir skiptir engum máli situr hann hvað er þetta að gera með allir þessi tattoo? Þú er að töfsamt já, takk fyrir það ég er ekki með tattoo nei af því að ég hef alltaf haldið að ég væri asnalegu með tattoo en ég held ég gæti orðið töf það ekki? Jú já, farið eitt saman nei. Ég held ekki ég þóri ekki þetta er eitthvað svona scary stuff
Það eru 2 spurningar eftir. En okay. Kannski smá djúpar við kannski fyrir bara gennum með saman. Já. Ef þú geti veifað törnsport og leyst eitt vandamál í heiminum í dag, hvað væri það? Ef ég geti veifað törnsport og leyst öll vandamál í heiminum? Leyst eitt vandamál í heiminum. Eitt vandamál í heiminum? Hvað væri það? Það væri, getur bara ekki öll verið vinir, eða þú veist, það væri bara, þú veist. Já, slökum bara þess á mér, já. Eru þú ómikið að... já, þú veist, það er það. Hópar á móti hópum og... Já, allt þetta skoðanadæmi, þú veist, það er allir með svo miklar skoðanar á öllu. Já. Allir á móti einhverjum skoðanu hjá einhverjum. Allir er knúnir til þess að biðja mann skoðun líka. Já. Svona, hvað skoðan hefur þú þessu? Já, af hverju? Svona, ég veit ekki alveg, já. Og allt þetta, þú veist, getur við ekki bara, þú veist, þetta en og á móti kemur, þú veist, þú mátt alveg á þína skoðun, mér er alveg sama, en þú veist, það er rosa mikið bara þessi, það er rosa mikið núningur fyrst mér. Mér finnst rosa mikið svona ég á móti ykkur, myndar svona 2 hópar og kannski, og bara litið út frá öðrum hópnum, það gæti verið eitthvað sem, þú veist, það er hugsalega eitthvað við bæði, fattar það mig? Já, og svo er náttúrulega orðið rosalega mikið af stöðum til þess að koma skoðunum á framfæri. Já. Sem var náttúrulega miklu minna af hér á árum áður eða þannig, þú veist, ég er náttúrulega líka pínur sveita durgur í mér, pínu svona gamaldags, þú veist, allir þessir, ekki bara samfélagsmiðlar, heldur líka bara, það er orðið svo auðvelt að koma sjálfum sér og sínum skoðunum á framfæri. Og ég veit það ekki, kannski þetta hefur alveg örugglega allt saman, allar þessar skoðanir hafa örugglega verið til staðar á árum áður en að samfélagsmiðlar komu til, en menn voru meira bara að spegla sína skoðanir bara inn á kaffistofum og bara, sem er kannski ekki svo slæmt, alls ekki, þú veist, en mér finnst svona, þú veist, varðandi töfrasbrotan að mér bara meiri vinir einhvern veginn. Hvernig verður við meiri vinir? Við? Já. Jörðin, mannfólkið. Já. Með því að vera bara meira drull. Já. Þú veist, slaka bara á. Og bara hanga með, skilur, þú veist. Við ekki, þú veist, og vera bara meira kærleikur gagnvart því sem allir eru, þú veist, við erum bara, þú veist, og hvað, þú veist, við erum ekki alltaf bara, hvað er þessum með já, byrju, hvað, gjöðlega maður fyrir ekki, get ég fengið kalt vatn hérna, þú veist sullaði sem bara í gríminu og grjóttu kjafti, skilur. Ég er alveg, ég veit þetta er kannski voðalega auðvelt að vera eins og ég sagði á hann, miðaldra hvítur kallmaður og fórið þetta eitthvað. Þú veist, ég er alveg bara, ef ég panta mér mat á veitingastað, ég fæ hann vitlaust, ég éta hann bara. Þetta er kannski óvinsæl skoðun. Óvinsæl skoðun, já. Það er mjög líklega einhver að... Nei, ég er bara að tala að þetta gæti verið inn í þá umræða að, þú veist, að við séum að kvarta yfir einhverju hluti sem skipta bara ekki máli, sko. Já, það hafa skoðun á fullt af hlutum og... Já, ég veit það ekki, þú veist, ég svona, ef ég geti, þú veist, þetta bara meira umbyrðalindi, hvert öðru og hvers annars skoðunum, þú veist. Já, við erum líka bara ólík og eigum við mismunandi sögu, þú veist, mismunandi... allar að klást við eitthvað já, algjörlega sko. Þetta er svona og ég heitir ekki það, örugglega frekar auðvelt fyrir mig þar sem ég er svona frekar svona happy eða svona léttleikandi, glaðlyndur afslappaður ekki áhyggju mikill maður veist. Og reyndar oft hefur það í gegnum tíðina komið mér í bobba sko, þetta áhyggjuleysi og þetta kæruleysi, þú veist, áður en að ég kynntist Sigrúnu þá var ég með bara öll fjármál, bara allt niður mig sko. Já. Gaf út reikning og einn öllu og göstlaði bara, og skatturinn alltaf, þú voru að borga hana, nú, eða ekki skilur, þú veist, þegar ég
hætti að vinna fasta vinnu í byggjarvöruverslun og fór að vera bara verktaki með það, bara allir reikningar út allt og borgi, kaupa þú veist, hélt alltaf að þetta bjargast maður, ég var svona ég er þorpsfíbl ég er þorpsfíbl hlæjandi og göslast eitthvað halló, ekki gaman og ætlaði að borga mér, eyði strax nei, hún mátti ekki eyða öllu, akkur ekki við þurfum að fá eitthvað fyrir okkur borga okkur bara með eitthvað ætlaði þú meiri penning á eyða, þú veist, þetta bara ég er alveg, og svo kemur einhver hún og ég bara nei og hérna, wow, slaka á halló nei, ekki halló, þú er ekki núna þú veit, þetta er svona þú er að borga hér skatt ok, borga skatt eitthvað, þú veist, þetta er ég er alveg bara, þú veist, þannig að það er kannski best að lýsa því þannig, ég er bara þorpsfíbl, svona eitthvað þorps eða hirðfíbl, eða þú veist, eins og hirðfíbli voru með í gamla daga, þá voru kongar og drottningar alltaf með hirðfíbl sem voru bara svona í svona bjölluskóm og kling löpuðum svona með skó sem var með svona bjöllu og halló, eitthvað ég er bara þar, þú veist, ég var alveg 100% ef ég er í einhverju, ef við vorum í fyrra lífi eitthvað, þá var ég pottitt eitthvað svona hirðfíbl. Þú ert svolítið mikið svona og síðan er bara annað fólk sem stoppa mig og bara og kemur með alvarlegu hlutina þú bara, þannig að ég fungeraði þannig að ég geti fungeraði í samfélagi mannana þú veistu, nei, þú, hvað? Þú er að borga skatt, sko ef þú vinnur inn 100 skall, þú er að borga cirka bara 40.000 aft í skatt, hvað er það? Hvað er það? Það er bara, þú veist, bara Malbyggi og guttunum sem þú ert að keyra og ok, ég borga það skilurðu? Þetta er næstu í þannig. Já, þú ert bara svona í einhverju ævintýri óvissu og síðan bara kemur einhverju þú ert að hafa öryggi með þér sem bara svona beislæðurinni. Ég honestly, í sannleika sagt, þegar ég kom úr eftir að hafa verið unnið í byggingaverslun bara í 8 ár og þú veist, og ég er búin að vinna bara 1000 vinnur og fæ bara, og er að vinni svo fæ ég bara launaseðil, það er bara vinnuveitandinn sem sér það ég fæ bara borgað, ég má eiga þeim peningum, skilur sem ég fæ borga, sem vinnuveitandinn minn borgaði mér geggjað, síðan hættir það og ég fer að skemmta eitthvað starf hlægi borga mig 100.000 og ég fæ 100.000 og ég fekk það, þá eitt ég því bara þú veist að ég held að það væri bara sama lógík en það tók alveg einhver tíma, þú veist, fyrir mig að átta mig á því og reyndar áttaði mig á því en hélt samt áfram að göslast áfram og en svo kemur þessi tímabútur það sem að bara svona og fjármál svona vöfðust fyrir mér alveg bara þá gæti bara fyrir bara það, ég held að sé bara ekkert mikið meir en svona 10 ár síðan, skilur sem að þú veist, við erum búin að þekkast í 14 ár já, það tók hana þessa elsku svona 3 til 4 ár til að bara svona þú veist, bara svona það bara, þú átt ekki einu pening, sko Akkur ekki? Nei, bara ég var að vinna fyrir honum halló nei Þetta er eitthvað sem aflært líka til spurninguna, það er að koma núna það er ekki, síðast spurningin og þetta er bara svona til að klára þetta ártu hérna hólpin wow, man ef þú mættir einungis koma einu skilaboð framfærið þitt út lífið til annað einstaklinga hver var þessu skilaboð þú ætla búin að fara yfir ýmislegt mér er drull já, hvað segirðu? Ef ég koma einum skilaboðum á framfæri? Út lífið til annar einstaklinga sem voru bara bílu plata Skilaboðum til annara? Já, bara hver væri svo skilaboð? Bara hérna Vá, maður, þetta er líka ég sá þátt daginn sem held ég inn á RÚV sarpinum sem heitir Langt út í game Hefur séð þann þátt? Nei Það er rosalegu þáttur
þeir NASA sendu sko einhver gervitunglega, ég veit ekki hvort þetta gervitunglega, sendu bara einhverja græjur út í geiminn, þeir byrjuðu að þróa þetta sama ár og ég fættist 1972, sendu 2 græjur ekki Discovery, það voru nú man ekki hvað græjurnar heita, ég segi græjur svo ég veit ekki hvort þetta eru gervitunglega eitthvað annað, þau voru send út 1978 eða 79 til að skoða sólkerfið okkar og þau eru með skilaboð inn í sér frá okkur, mannkyninu og þeir eru með golden record eða gullplötu inn í sér með allir í svona, að okkar mati á þessum tíma bestu tónlistinni að þeirra mati í rauninni NASA mannana 150 mínútur held ég af tónlist og fullt af skilaboðum af hinum ýmsu tungumálum frá okkur og þessar græjur eru ennþá á ferðinni, þær eru komnar lengst út fyrir sólkerfið okkar og NASA í rauninni, þær tóku myndir meðan þær voru inn í sólkerfinu af alls konar plánetum sendu okkur alls konar myndir og hafa sendu okkur alveg fullt af myndum en núna er ekki takt að ná svona myndsambandi við þær en þær eru Hvaða skilaboð hefur þú sendt með NASA? Það er heila málið sko, ég veit það, þú veist, mér fannst sko, þessi skilaboð það var náttúrulega fullt af skilaboðum eins og ég sagði á mismunandi tungumálum ég man ekki neitt að þeim, að þetta er alveg mögnuð mynd, lengst út í geim eða langt út í geim ég veit það ekki mér, hvað skilaboð átti ég að senda þau út í geim? Nei, bara til annað skilaboð, þetta er bara eins og ég sagði, þú veist, bara slökum aðeins á þú veist, njótum, slökum þetta er svo rosalega einfalt held ég einföld skilaboð þau eru frá mjög einföldum manni sko þannig, þú veist, bara njóta, slaka og vera meira drull og þú veist, þetta er allt í ekki í okkar höndum sko, held ég, ekki og ekkert endilega höndunum Guði sko, ég veit ekki, gæti samt verið ég held að sko ég nota það oft líka inn á heimilinu sko, þegar það er svona, veitu, hvað er ekki ástu mín, þetta er nú bara allt í höndunum og Guði sko ég nota það þetta er ekki í mínum höndum það þykir ekki fyndið Nei, þú veit að ná súmar að bara spjalla vel upp held ég Já, þetta er bara svona, þú veist bara, já, þetta er svo þetta er hérna marg svo lífið og maður hefur ekki stjórn á öllu og samt að halda áfram í lífinu Já, og vera glaður njóta, svífa, slaka kemur eitthvað gott úr því Já, slaka og vera í þægilegum skóm það er kannski bara ég held að það sé góð hérna það er reyndar skilaboð sem að þú veist, það er svo mikið atriði sko að vera í þægilegum skóm sko þú tek auðvitað í óþægilegum skóm þröngum, með hörðum botni eitthvað svona leður eitthvað svona spariskór margir hverjir sko spariskór, það er ástæða fyrir að þeir heita spariskór og það verið í hann bara í stuttantíma þú ferði í fermingu eða ferði í brúðkaup eða eitthvað svona veislu þú er tilbúin að halda það út 2, 3, 4 klukkutímar en þú ert í þessu alla daga það er borlíkindi, þú tekur slæmar ákvarðanir það eru beintengslar á milli þannig að ég segjum að verði þægilegum skóm og lífið leikur við þig ég held að þetta séu bara ég held að þetta séu flott lokaorð já, bara ég held að ég sé að þú ert bara í sokkunum það er líka geggjað það er mjög stað gott sko verður bara á sokkunum með að tórsunum og þú slakar verður í jörðinni og verður bara verður í flæðinu og verður í þægilegum skóm og bara njóttu sko Pétur, ég vona að þetta har ekki verið ómikið þjáning fyrir þig Nei en bara ég kvíði því að þetta rati nú inn og þú veist ekki senda þetta inn á eitthvað svona miðla þetta er alveg glata þetta er bara flott maður Pétur Jóhann í flæðinu FM Herðu, takk allir minn, takk fyrir að gefa þér tíma og gaman að tala á þig Takk fyrir mig